Næst liggur leiðin upp á gömlu ruslahaugana í Glerárdal við Akureyri en þar var sorp urðað í 4 áratugi. Því var hætt árið 2011 og grafið yfir haugana. Undir yfirborðinu nú ruslið því að rotna og við það myndast lífmassi og við þá rotnun myndast hauggas sem nú verið að tappa af og vinna í metangas sem nota má sem eldsneyti á bíla. Já, þetta bara sama sömu gös eins og myndast í haughúsum fjósa og bara við svona rotnun. Þetta bara vondalyktin. Vondarlegt? Já, þetta lyktin upp úr þessum hólum dauðinn. Þannig að þið eru að virkja dauðan? Já, það bara, þú hefur ekki fundið að vondalykt eins og upp úr þessum hólum ef þú stígur nefinn á ný. Ég prófa það og þá þú gera það bara einu sinni. Við sem að keyrum á metangasi erum í raun og veru að menga negatíft. Það að segja það að ég brenni metani á bílnum mínum, að það bara betra ég brenni því heldur en ég myndi ekki brenna því. Þannig að það er mjög góð tilfinning að heyra metani kikka inn og vita að maður að menga svona innan gæsla bara negatív. Og síðan bara þetta skemmtilegt sko. En þetta ekki lausn á öllum vanda. Þó við myndum, sem skýrslum sem hafa gefið út þessi efni, þó við myndum nýta allt metan sem í boði er á Íslandi, svona með einhverjum viðráðlegum hætti, þá væri það ekki nema kannski svona 10–11% af því orkugildi sem við þurfum til samgangna. Þannig að þetta ekki lausnin? Þetta ekki lausnin, en skoðanir margra og ég svo sem þar á meðal það að þó að bensín og fljótandi jarðefnaeldsneyti hafi verið lausnin núna í 100 ár eða svo, að þá er mjög líklegt að framtíðin beri í skauti sér aðstæður sem verður ekki ein lausn. Það verður ekki lausnin, heldur verður við með alls konar ólíka lausnir til þess að leysa vandann. Rafmagn, metan, lífdísel og fleira.